Kjartan, hvað og hvenær lágu liðar okkar saman? Það var í Tónlistarskólanum Reykjavík 1982 eða 3. Var úr því árakstur eða? Nei, það var þú varst að kenna hljómsveitarstjórn. Nýkomin heim úr námi. Og hvernig gekk mér að kenna þér hljómsveitarstjórn? Það gekk svona á ýmsu. Það var, Í alvöru? já. Nei, það gekk mjög vel. Hvað er í stjórnaður? Manstu það? Við stjórnuðum Schubert-symfóníu í C-dúr. Nei, stóru Symfóníu nr. 9, nei, þú getur ekki pratað mig, Kjartan minn. Ég hef Í aldrei... C-dúr. Já, í C-dúr. Sem að þú varst að fara að stjórna með symfóníinu, held ég. Nei, ég var að æfa þá Symfóníu með hjakka á henni með skólinastinni. Já, við allavega... Hérna, nei, ég fyrst ekki að stjórna Haydn symfóníu. Nei, þetta var Schubert. Hvað lét ykkur stjórni, hún er náttúrulega klukkutíma löng. Já. Fyrst þú hvað, 3 mínútur eða? Já, allir við vorum allir, Haukur Tómasson var þarna og gott að Guðmundur Óli var ekki þarna Nei, og Hróðmar Hróðmar, hann sagði það. og Atli Atli Ingólfs. og Hannaki Sigurðar, Já, Margrét. hún var ekki hljómsveitarstjórn, ég veit ekki hverju. Nei. En akkur heldur að Jón Nordal hafa ákveðið að tengja hljómsveitarstjórn á okkur? Við vorum í tónfræðideild Já, Og ég veit það. Ég veit, þú er búinn að segja það. og hluti af því, nei, ég var ekki búinn að segja Nú og víst. hluti af því var náttúrulega að læra bæði tónfræði, tónsmíðar og allt þetta, fara með hljómsveitarstjórn. En að hverju? Þér Ég- er ekki að fara að stjórna hljómsveit. Jú, það var, menn voru að stjórna sínum eigin verkum og það var nú bara það sem að gerist. Við sömdum En ef þú kafa nú niður í þessa hugsun sem skólastöðri og tónskáld þokkabót, Jón Nordal. Það var bara mjög opinn og nýjungar gjarn má segja. Bara, Ef þú fær 5 og við segir eitthvað, Jón Nordal sagði mér þessi krakkar sem er að smíða tónverk, þeir verða að vita hvað fer í það að stjórna þeim og hvernig það er gert og þá skrifa þau betur fyrir hljóðfærinu. einmitt. Það við lærum líka hljóðfærafræði sem var alveg hluti af þessu. Já, en þetta var sem vakti fyrir Jón Nordal ekki gefa ykkur hérna, ekki að fara að búa til úr ykkur hérna hljómsveitarstjóra. En Gunnsteinn kláraði sem nú. Já, Gunnsteinn fór til Hollands og síðan Finnlands Já, og er starfandi hljómsveitarstjóri í dag. já. Nú hef ég þá teóríu að skólaárin séu mest mótandi árin í lífi manns og að lífið sé svona tónlistamanns sé svona einskólinn symfónía og skólaárun er það framsa og svo þegar maður fer út á akurinn, það er það úrvinnslan og svo fyrir maður að þegar kemur B-kablinn eða þann síðast kablinn ítrekkun, en þá er yfirleitt fyrir maður aftur í gamlan farveg. Kennarinn minn í Hollandi, Ton Brynel, hann sagði skemmtilega hlut, hann sagði milli 20 og 30 átt að menntaði, milli 30 og 40 átt að búa til þín karriér og eftir 40, milli 40 og 50, eftir 40 átt að gera þín bestu verk. Aðgreint, mjög einfalt hjá honum. Það er nokkuð mikið til í þessu. Þú varst að spila ball í gær. Nei, þetta var afmælishátíð, 50 ára afmælishátíð MH. Reyndar dönsum í stóla. Ert þú nokkuð komin að elli skeiðið? Nei. Ef að þú getur
ef þú getur spilað rock á sviði með gömlum skólafélögum, þá eru allir ungir. Já, var gaman. Mjög gaman. Já. Hefur hugsað þér að starfa sem slíkur? Ég hef nú stundum starfað sem slíkur, en ég vildi bara ekki eyða öllum mínum tíma í það. Nei. En segðu mér, ef þessi teóri eða þessi hugsun mín er rétt, ég veit hún er rétt hvað mig varðar, að skóla mín voru mest mótandi árin og svo var maður að vinna úr því gegn festu. Skólaárin þau eru mótandi að vissu leyti, en það er bara gallinn við skólakerfið eins og það er og var. Já. Það er afskaplega íhaldsamt. Ég er nú að tala bara einstaklingarna sem eru á baku þetta kerfi, eins og þú náttúrulega getur þú manst örugglega eftir alla sem kennar og hverjum fleirum. Jú, Þorkalli, en engu að síður er menntakerfið og hefur verið undanfarin 40 ár afskaplega íhaldsamt. Það er ekki í tengslu við það sem er að gerast hverju sinni í tónlistarlífinu, og þetta háir ekki bara skólakerfinu hér á landi, heldur alls staðar í Evrópu. Og þetta er mjög alvarlegt mál ef að menntastofnanir eins og eru í tónlist, sem eiga náttúrulega að vera framsæknar, vera með puttan á því nýjasta sem er, að þær eru bara að velta fyrir sér hvernig menn spiluðu á Pákur í Vínarborg 1712. Þetta kemur bara 21. öldin afskaplega lítið við, nema að menn séu í því. Heyrðu vinur minn, ég var í Róm, hitti þar ung tónskáld sem var svona rétt rúmlega 20, pappans var fyrsti fyrirliðar í Rómarsymfóníunni og þau buðu mér heim, borða og svona. Og þá segir hann, ég spyr hann, hvað þú að gera? Hann var svona 20. Já. Ég á nú að heita verið ég sé að læra tónsmíðar, en ég er bara að læra Palestína kontrapunkt. Já, þetta er dæmigerð, sko. Og þetta er náttúrulega vegna þess að þeir sem eru að kenna oft á tíðum, þeir kenna bara það sem þeir kunna. Þeir eru ekki að kenna það sem þeir kunna ekki. Og þetta er kannski svolítið ábending fyrir kennarastéttina í tónlist, og ekki bara kennarastéttina heldur líka forvera þeirra sem kenndu þeim það sem þeir kunnu. En hvar eru allar nýjungarnar? Hvar eru byltingarnar? Ert þú að kenna í tónlistarháskólanum? Jú, ég er bara núna í rannsóknarleyfi því að það nýsköpunarstarf sem þarf að fara fram fer ekki fram í þessum stofnunum. Já, er það ekki merkilegur háskóli? Jú, já, þannig bara einn af þessum háskólum, en ég er búinn að vera gestaprófessor út allan heim og það er sama staðan alls staðar. Það er íhaldssemi og afturhaldssemi og einhvern veginn eru flestir með bundi fyrir augur þegar kemur að því hvað er að gerast í kringum hann, hvað er nútímann að gera, og það er ekki verið að búa til palestinska kontrapunkt, það er ekki verið að semja í gömlum stíl, það er hægt að gera þegar menn vilja. Þannig að menn eru í raun og veru, en menntun í dag er ákveðin tímaskekkja í tónlistinni, og þetta er ekki bara hér, þetta er alls staðar. Já, þú sér það í Rómborg. Já, og þú sér til dæmis skóla eins og MIT er að gera miklu byltingakendir hluti sem að ennþá mjög stór skóli. IRCAM í París, sem er ekki tónlistarskóli. Það er alltaf að vera að segja. Þannig að við bara stöndum fram fyrir því að tónlistarmenntun, sérstaklega í nýsköpun, ég er ekki að tala hljóðfæraleik sem er með mjög breitt pensum, það er mjög eðlilegt að menn kunni að það er flesta stíla, en þegar að fara að undirbúa tónskáld til þess að vinna í því umhverfi sem er í dag, og þau koma út með pappír í vasann sem segir þau geti forðast samstíga 500 í hljómfræði sem er 300 ára gamalt raddfærslukerfi eða Palestína, og hvað ætlar að gera við það í dag þegar tónlistin er komin öll á netið og tæknin er að taka yfir. Já, og þeir eru ennþá að kenna þessi bannað 200, 300 og 700. Já, og þetta er náttúrulega alvarlegt mál ef að og að banna 500 segir þú, það er nú bara, ég er að segja það er nú bara eins og þurrka út íslenskan tónlistarar. Já, og þetta er náttúrulega bara ákveðið tónsmíðakerfi sem var til staðar fyrir mörg hundruð árum síðan. Það er verið að, ég spurði einhvern mann daginn,
Hvað var maður að gera sem er að útsetja íslensk þjóðlög sem að sér í parallel 500 einhvers staðar í einhverju bók? Hvað gerir hann þá? Já, góð spurning. En þetta er nú allan staðan eins og í dag, menntakerfinu, ef þú ert að spyrja það. Já. Og það var allan sem Jón Nordal gerði á sínum tíma. Hann opnaði fyrir og Hjálmar Ragnarsson, þeir opnuðu alltaf fyrir það að fara að kenna raftónlist og fara að kenna hljómsveitastjórn og ýmislegt sem var ekki til staðar þá. Þannig að það var svona ákveðin viðleitni hjá þessum. En engu að síður var þá og hefur verið í áratugi, ef ekki hundruð, þá tónlistarnám í eðli sínu íhaldsamt. Og það mjög alvarlegt, sérstaklega þessum tíma þar sem að hraðin svo mikill, breytinga mikla og allt umhverfi okkar tónlistarumhverfi að breytast. Þetta orðið, tónlistin allstar, hún í sýndarveruleika, hún hvar sem við erum, en ennþá verið að kenna palitíska kontrapunkt fyrir nemendur sem hann svo fallegur, Kjartan. Hann ákveðin stíl, það ekkert á móti því að kunna svolítið í honum, en þegar þú eyðir kannski 2-3 árum af háskólanám sem kostar margar milljónir. Hvað 2 ára milli vinna? Já, það kostar margar milljónir að gera þetta og svo kemur út með þessa kunnáttu, það náttúrulega bara... Það nærðu aldrei í skottu af Palestínu. Nei, það náttúrulega bara aðferðafræði, ein af fjölmörgum, bara mjög gömul. Sem hengja hatt sinn á hana og ég veit ekki betur en þeir hafa verið annastu tölu að kenna kontrapunkt þarna í Listaháskólanum. Já, það bara því miður. Er það tímaskekkja? Það að hluta til að vera mikil tímaskekkja. Hvernig á háskóla við? Hann á að vera opinn, hann á að vera í tengslum við það sem að gerast í kringum, hann á að vera í tengslum við samfélagi, hann á að vera í samstarfi við í raun og veru þá aðila sem að búa til tónlist eða sem að nýta sér tónlist. Þetta út allt í okkar samfélagi. Já, hún alls staðar. Já. Segðu mér, förum í gegnum verkalýðsstaðinni á Hundavaði. Ég man allavega eftir einu sem hét Þúfubjörg. Já, það sem að þú pantaði sjálfur fyrir íslensku hljómsveitina, en það ekki Opus 1, 2, 3? Jú, það eitt allra fyrstu, Já. Hvernig, býttu, hægðu á þér ekki einhver? Þú ert komin til djúpa ála hérna. Hvernig þetta verk? Þúfubjörg? Já. Já, þetta fyrir tenor og bassasöngura. Já, og það sem að takast á Jón Þorsteinsson og Bruce Kramer eða í mann. Já, þeir fluttuðu þarna undir þinni stjórn. Já. Og tókust þar á Kolbeinn og Skrattinn sjálfur með Siri náttúrulega Kolbeins. En já. Hvernig það í laginu? Skipti það einhverju máli? Nei, þetta náttúrulega söguverk. Já, narratíft. Já, þetta söguverk, þetta byggir á texta sem hefur ákveðna framvindu og verki fylgir því. Já, bara eins og, já, ég skil. Það var mjög minnistætt. Mjög skemmtilega og fýtt flutningur, mjög góður. Það var hvað fyrir. Hefur ekkert tíðan spilað aftur? Já, það nú einhvers þar á kassettu. Nei, það? Já, kassettu sem sagt. Já. Sem gammalt form, Það þótti nú einu sem nýjasta nýtt. Já. Hún var allavega ekki hansnúin. En hvað verk komu svo? Svo kom fullt af verkum. Það var rafverk og hljómsveitaverk og pop-leikhúsverk. Staldraði við einhvert og ræði það, sem náttúrulega heyri hvernig þú hugsar. Eitt frá þessum tíma rafverk sem hét Sound of Collage sem gert í Hollandi og þar íslensk náttúruhljóð tekin og unnin með segulböndum og sett saman og klippt og skorið og sett saman í eitt verk. Það gert mjög gamallega aðferð sem erfitt að nota í dag en var mjög áhrifarík. Að klippa saman segulbönd og nota segulbönd. Það var músík konkrétt. Þetta músík konkrétt. Og svo voru náttúrulega Hvernig kom það út? Það kom út í stereo. Var það dirindi og mu? Já, það var svona mikið af vatnaljóðum. Notum íslenska náttúruhljóð.
Þú segir við? Já, ég var með tæknimann sem að ferðast með mér landið og hljóðrútum og ég fór síðan með þetta hljóðrútum alls konar náttúrulega og fór með það síðan út. Hvenær var þetta? 1984. Sko þig? Já. Og verkið var tilbúið vorið 1980. Það ekki ennþá til? Jú, ég var búið að koma út á disk og allt. Nei. Finnst það Spotify eins og allt. Selst það ekki í lundabúðum? Nei. Við erum ekki í túristabransanum minna. Nei. Nú er líður tíminn, Guðmundur, nú þarf við sko, nú erum við að fara á fund eftir. Já, þess að ég sagði við daginn þegar þú varst líka á fundi, sko, þetta er miklu mikilvægara vegna þess að þetta verður geymt og það er ekki margir sem þora að tala svona við eins og ég. Nei, það er árið. Já, segðu bara að Guðmundur Einarsson hafi verið með frekju. Já. Já, kenndi mér þetta. Segðu mér, nefndi mér eitthvað annað verk, þetta var skemmtilegt. Svo get ég bara nefnt þessi verk sem ég hef gert með Kalmusforritunum. Það var meðal víólukonsert sem að... Já, þú talar eins og allur heimurinn eigi að vita hvað Kalmus. Já, hann veit það líka. Nú þeir sem að vita... Þú ert ekkert að minnum átt að kent, það er víst. Ég er ekkert að degja neitt kent, sko, en það er sem gert með aðstoð reikni jafna og víólukonsertin tók langan tíma og ég þróaði þessi hugbúnaðinn jafnlega því. Já, sko, ég meina, daginn var eitthvað fólk spurt að því hver er Þorgeir Sigurbjörnsson þeirri og það var hann í listaháskólanum þínum og helmingurinn vegna vissi ekkit hver Þorgeir var. Já, þetta er alltaf skömm að þessu og hver heldur að við viti þá munið þá hvað þú varst að gera með Kalmus. Þú er að segja nótataki fyrir að auglýsa það. Nei, þetta kynni sig sjálft. Segja okkur fíblar svona í stórum dráttum. Það er hugbúnaður sem að semja tónlist, það er hægt að semja í rauntíma, það er hægt að semja hljómsveitaverk, það er hægt að semja rafverk. Það tekur við efni frá tónskáldinu og vinnur með það eins og tónskáld gera, býr til varianta, býr til þróun og ef maður sleppir því lausu þá notar það gervigreindar funksjónir til þess að semja áfram út í það óendanlega. Og segðu mér þegar ég er svo einn af þessum gömlu, sko, kvartnundar, en sem betur fyrir ég hættur að kenna, sko, þannig að það er ekki þetta að álosa mér. Er þetta ekki þá að nota boppurunum? Það geta allir notað þetta, sko. Þú getur bara spilað inn, þú ert ekki konar nótur, en þú getur exporterað, þú getur flutt þetta út inn á nótnafón. En gervigreindin er það sem er vinsælt núna, nú hefur það búið bítlalög með gervigreind, en það er ekki neitt sérstaklega góð gervigreind sem þeir nota þar. Því að gervigreind getur náttúrulega verið mismunandi. Forrið geta verið með misháa gervigreindar vísitölu. Hvað er það er eins og ég sé að tala mannsbúa ég finna bara að gráta hlátri En ég þarf að fara, sko, ég var að hitta mann eftir ég verð að fara einn spurningalókun, Guðmundur. Nei, svona, verð ekki að haga þér eins og Paul McCartney Við virða skaltu gamla kennara. Já, en ég þarf samt að virða það sem að vinna, er að vinna fyrir mig. Ég þarf að fara að hitta einn núna eftir. Já, þú er bara að segja að Guðmundur sé frekur. Það kostar peninga, Guðmundur. Já, ertu orðin... Þeir eru á háum launum, sko. Ég er á lágum launum. Já, maður gefur alltaf vinnu sér, þú veist það. Já, heldur þú ég fá eitthvað að borga fyrir að horfa því ég er á sundi? Nei, heldur ég fá eitthvað að borga fyrir að setja þennan heldur? Nei, þú hættu þessu bara, þú ert að telja. Síðan spurningin, ég verð að fara að drífa mig svona blá. Einn spurningu viðbót. Já, ég ringi bara í síma. Já, ef þú nærði mig, sko. Já, það, hvernig nær maður í þig? Ég veit ekki, talaðu kona mína, hún veit hvað ég er. Ég veit það, ég þurfti að gera það, ég þekki hann ekki neitt. Hver er hún? Hún heitir Álfrún. En við erum að fara að ljúga þessu núna, Guðmundur, nú þarf ég að fara að drífa mig. Loka spurningin í dag. Heyrðu,
Það liggur að gamli kennariðin sem mókar út í. Já, það má alveg. Getur ekki sagt þetta svolítið fallega, Kjartan? Tíminn á þróttum. Nei, þú er að fyrirgefa Guðmundur minn. Já, þú er að fyrirgefa Guðmundur minn að ég skulle þurfa að rjúka en það kemur kall frá fleiri stöðum en frá þér. Annar kall. Já, annar kall. Annar kall. Já. Heyrðu. Ein spurningalókum. Já. Hvenær má ég ringið? Við höldum áfram, ég sitt bara síman á hátalara. Bara svona í byrjun næsta árs. Nei, þú eru bara að finna út úr því, sko. Ég þarf eiginlega að drífa mig núna. Nei, veistu það? Ég er orðinn að setja, sko. Já, og allt þetta lýsir þínu karakter vel. Já, ég er bara tíminn hann líður. Já, ég meina, svo lengi þú talar og blikkar, þá tökum við. Já. Því þú ert að ofnbera sjálfa þig. Sjálfsögð. Já, montanniðin. Ein spurning. Ein spurningalókum. Hvenær kemur aftur í heimsókn? Já, ég veit ekki, við höfum bara að finna tíma. Nei, þú lofa að koma aftur í heimsókn. Sjáum til bara. Við getum talað í síma. Við getum talað á Skype líka. Þú kannt á Skype. Nei, ég er búin að fleygja því út úr tölvunni. Já, þú er að setja það upp. Nei. Því ekki að vera í einhverju fortíð með einhverju diktafóna. Já, þú hefur alltaf tíma til að tala um tölvur. Já, ég þarf að fara að vinna með manni núna sem að þegar hún að heita. Og að tímakaupi hjá honum eitthvað sem við vildum gjarnan hafa sjálf. Ég hef aldrei komið sekund og sent á hljómsdara í neinu landi. Nei, og ég er að vera seint núna. Já, ég skammast mér fyrir að halda þið svona. Heyrðu, maestro. Já, bara takk fyrir þetta. Takk fyrir þetta. Ég þarf að laupa núna, en gaman að þessu. Já, fínt. Bara þú heldur áfram þessu. Samt með upplýsingum breykaleg, by the way. Já, þetta var svolítið típist hjá þér að vera, einhver hefur sagt við breykaleg og þú hefur tekið orðinu. Ég var að gera það. Þorkell sagði það. Já. Heyrðu, gaman að sjá þig. Ég ætla að elda þig hérna. En svo eitthvað celebrity. Já. Hvað heitir þið? Prince? Heyrðu, bara gangið vel. Við verðum í saman tíma. Segðu bless við áherinn. Já, bless.